Hingað komið til okkar yndisleg kona í viðtal, Ásdís Hjálmsdóttir Annerup, sem hér fyrrverandi spjótkastari. Á maður að segja doktor Annerup? Nei, bara Ásdís. Bara Ásdís, já. Sko, við höfum verið að ræða eins í þessu þætti, sko, hvað gerir afreksmaðurinn þegar ferlinu lýkur? Því að þú átti náttúrulega stórkostlegan feril og fjandast þetta blíp COVID setti náttúrulega ákveðið strik í reikningin. En svona kannski bara ferðast yfir, hvar varstu svona í síðustu 2-3 árin áður en þú hættir að stunda íþróttunum? Hvar varstu á þessum tímapunkti? Þetta meina hvar ég var stödd? Já, hvar varstu að æfa? Í hvernig formi varstu? Já, ég flytt til Svíþjóðar. Ég klára doktorsnám í Sviss. Ég var búin að búa í Sviss og æfa þar. Og ég klára doktorsnám í byrjun árs 2018. Og flytt þá til mannsins míns, núverandi, í Svíþjóð. Og ég var líka búin að skipta þjálfara og var að vinna með þjálfara sem var hérna í Svíþjóð líka. Þannig að ég bara tók allt og flutti og var síðustu árin hérna í rétt fyrir utan Gautaborg. Og var í rauninni bara, það var svona fyrsta skipti sem ég var eiginlega bara að æfa. Það gekk nú reyndar ekki alveg eins og ég ætlaði. Ég náttúrulega sjálfsög þurfti að stofna fyrirtæki þá og fara að gera svona aðra hluti. Bara svona auka hluti? Ég er ekki rosalega dugleg í því að vera bara að gera einn hlut. En það gekk rosalega vel. Sko, 2017 var, það er svona hægt að ræða það hvort að 2017 eða 2020 hafi verið besta árið á ferlinum. En ég var í hrikalegu formi þá. Og svo lendi ég í því að ég fæ álagsbrot í bakið og er að glíma við það þarna allt árið 2018 og það eiginlega kemur upp svona, fyrir að trufla mig eiginlega strax eftir þegar ég nýflutt. Þá er svona fyrir að nálgast tímabili og ég fyrir að kasta og finn rosalega mikið til í bakinu og það fyrir að stoppa mig og það eyðileggur eiginlega alveg tímabili 2018. Og svo kemur það ekki ljós fyrir haustið að ég var með álagsbrot í bakinu og þá fer ég bara í endurhæfingu, bara beint. Og er í rauninni bara í endurhæfingu eiginlega alveg fram að áramótum, allt haustið. Þannig ég misti úr svolítið uppbygginguna og það hafði áhrif á 2019 tímabilið mitt. Þannig að 2018-19, það var svona, ég var í 13. sæti á EM samt 2018 með álagsbrot í bakinu. Já, segðu hugsaði þér, já. Svona, þannig að var alveg ágætis árangur samt sem áður, en ekki það sem ég vissi ég gæti og ekki það sem ég hefði viljað byggja á árangurinn 2017. En svo næ ég fullu uppbyggingartímabili og koma alveg þarna 2020 og ætlaði bara gjörsamlega að setja allt í sölunar fyrir Ólympíuleikana í Tókjó. Þannig ég var ofboðslega glöð þegar þeim var frestað. Var það? Nei. Þannig. Þetta var kaldhæðinni, já. Alveg bara nákvæmlega ekki neitt. Já, ég man alveg eftir þessu umræðu sem var tekið við á þessum tíma að þetta náttúrulega var sjokk fyrir þig og marga íþróttamenn að því að ég veit hvernig karakter þú ert, Ásdís. Þú ert með keppniskap sem mörgum langar og dreymir en líka það að geta ekki klára Ólympíuleikana og verið sátt við ferilinn. Þú ert búin að eiga stórkostlegan feril, ég er ekki að segja það, en að klára þetta eins og ætlar alltaf að gera Ólympíuleikana. Já, það var eiginlega rosalega mikið svekkelsi og líka bara, ég meina þátt að vera Evrópumeistaramót líka og þetta, þarna bæði Ólympíuleikana en kannski sérstaklega EM, þetta var stærsti sénsinn minn á ferlinum að taka medalju á stórmóti og það var planið, bara ef ég á að vera alveg brútalir hreinskilin, þannig að þetta var ekki bara svona leiðilegt að komast ekki á að geta klára Ólympíuleikum, þetta var virkilega sækjandi og sérstaklega tíminn eins og segi, það er alveg hægt að ræða það hvort það hafi verið bara besta tímabilið mitt 2020 þrátt fyrir að ég hef ekki náð alveg að slá Íslandsmeti, ég hjó mjög nærri því en ég var mjög stabíl að kasta langt og ég hef aldrei kastað jafn oft yfir 60 metra til dæmis eins og á því tímabili. Þú varst með mjög góða kastraðar bara á mótum vel í tíma, sko. Já. Ég alveg aftur og átti flest mótin á ferlinum yfir 60 og flest köstin líka í hverju móti yfir 60, þannig að þetta var alveg, það var mjög stutt í langa kastið og þannig ég er alveg samfærð það ef ég hefði fengið þetta stórmót á þessu ári að þá hefði ég getað Íslandsmet og þetta hefði verið stærsta árið á ferlinum. Þannig að það var sjálfsög rosalega svekkjandi en svo að þið tala þetta með að hætta, ég var búin að ákveða það að ég ætla að hætta eftir þetta tímabil. Ætlaðu að hætta bara eftir Ólympíuleikana og segja þetta gott?
Já, það var búið að vera planið í alveg svolítið langan tíma. En náttúrulega þarna, þú veist, 2020, ég að vera 35 ára og ég og maðurinn minn vorum búin að ákveða það að fara í barneignir. Og ég var náttúrulega búin að flytja til Svíþjóðar og svo líka bara hreinlega vel nú að vikina að það hafði alveg áhrif að bara fjárhagslega. En náttúrulega það var miklu minni stuðningur árið 2020 út af COVID. Þannig að það var rosalega mikið fjárhagslegt högg líka því að það var engin minni kostnaður fyrir mig þó svo að það væri ekki stórmót af því ég var búin að gera allt til þess að undirbúa mig eins og að væri stórmót. Ég var búin að fara í allar æfingabúðirnar, ég var búin að fara í öll nuttin, ég var búin að kaupa allan búnaðinn, ég var að borga þjálfarnir mín laun, ég var með allar, eða svona öll sömu útgjöldin í rauninni, en svo kom ekki inn sama af því að það var ekki stórmót. Þannig að það var eiginlega svona síðasti naglinn í kistuna að ég get ekki réttlætt ég meina en ef þetta myndi gerast aftur en ef að COVID myndi skemma næsta tímabil og að Ólympíuleikunum yrði afturfrestað eða það yrði bara hætt við því það stóð mjög tæpt, það var ekkert garanterað. Nei, alveg samanlega, það var það. Þannig að þetta var svona, þannig ég ákvað að taka sérst ekki eitt ár viðbót og ég held að við sérstaklega verið út af því að ég var búin að vera undir að hætta í mörg ár. Varstu búin að hvernig varstu búin að undirbúa það? Ég veit að þú varst búin að mennta þig á þessum tíma. Já, sko, ég er náttúrulega svona þverhaus, sko, þegar ég er búin að ákveða eitthvað, þá er ég búin að ákveða eitthvað, en ég var búin að ákveða það að ég ætla að hætta og ég var bara, þú veist, eins og segir, það er oft ofboðslega erfitt fyrir íþróttafólk að hætta og sérstaklega eftir, ég var náttúrulega búin að gera því 20 ár. Meiri hlutan af lífinu var bara allt búið að snúast þetta. Og allt í einu er það bara að fara að vera tekið í burtu og hvað þá? Og það, auðvitað kemur rosa mikið tómarúm og ég var alveg undirbúin undir það. Og ég hef heyrt af því að það eru margir íþróttamenn sem bara hreinlega fara mjög illa út úr því. Ég meina sjálfsvígstíðni hjá fyrrverandi íþróttafólki eftir að hættir er bara hrikalega há. Já, meina þú náttúrulega bara kemur inn á þetta líka því þú er búin að skilgreina sjálfa þig sem afreis íþróttakonu, spjótkastara í 20 ár plus kannski og svo bara einn daginn átt að hætta og hvað svo? Já, þannig að það sem ég rauninni gerði, það var eiginlega alveg óvart, þetta sem ég talaði að stofna mitt eigið fyrirtæki. Ég fór að halda fyrirlestra, það var 2019 sem ég byrjaði með það. Og svo vatt svo hugmynd svolítið upp á sig og ég eiginlega hélt áfram með það og það var svolítið stærra og svo var það komið þannig að þarna í restina, þá var ég eiginlega bara búin að ákveða það að, þú veist, þetta allt í sambandi við hugarfarsþjálfun, þetta með hugarfarið og andlega þáttinn, að það þú veist, er eitthvað sem ég uppgötaði á mínu ferli að skipta svo ofboðslega miklu máli og ég sá svo mikið mun þegar ég fór virkilega að skoða þetta. Ég hugsaði, ok, ég vil halda áfram með þetta og ég vil hjálpa öðru íþróttafólki að laga þetta eða svona að vinna í andlega hlutanum til þess að því að þú veist, það tók mig svo langa tíma bara átta mig á því hvað skipta miklu máli. Þannig ég svolítið svona hélt áfram með það, þannig að mjög svona smúð yfirferð yfir það í rauninni en það sem var eiginlega stærsta fyrir mig var að ég var bara svona andlega byrjaði að undirbúa mig undir það að ég myndi hætta þarna og að ég væri að fara að gera eitthvað annað og allt síðasta árið af ferlinum að þá sem sagt var ég svona meðvitað að hugsa allt sem ég var að gera var í síðaskipti. Það var síðasta uppbyggingartímabilið, síðasta æfingaferðin til Suður-Afríku, síðasta styrktarbyggingartímabilið, þú veist, síðasta þetta, síðasta hitt og þannig ég tók því svolítið svona að taka allt inn alveg ekstra og njóta þess og sama tíma að kveðja það. En nú ert þú kannski, sko, eins og sé, þetta, já, sko bara tala íslensku, þetta fjandans COVID-tímabil, náttúrulega rústaði mörgum kemur, við skulum bara vera hreinskilin með það. En sko, að því að ég veit náttúrulega að þú fórst mjög óvanalega leið að afreksíþróttamann að vera, er að þú mentar þig á sama tíma og ert í rauninni að verða mjög flottur íþróttamaður. Og þú tókst þetta jú lengri tíma og allt það, en þú klárar doktorsgráðuna. Það er ekkert margir og ekkert einfalt að vera 100% afreksíþróttamaður í 100% námi. Nei, það er það ekki. Það er bara, og með allt sem því fylgir ferðalegum og annað, það er svo, það sem ég finnst sko, svona mótiverandi fyrir sko, framtíðina og þess vegna vildi ég fá því þennan þátt er að þetta er hægt. Jú, þetta er algjörlega hægt og það er bara krefst rosalega mikið skipulags og svona, en
það var bara svo mikilvægt fyrir mig, bæði það að ég vildi hafa eitthvað meira að gera. Ég nefnilega held að þetta sé gott að mörgu leyti, ekki bara það er praktískt að mennta sig, heldur líka er það að þú veist aldrei hvað gerist. Nei. Þú veist ekkert hvað mun koma upp á og ef þú lendir í meiðslum eða eitthvað og ert bara að æfa, þá er allir fókus á því og þá er allt í allan tíma í heiminum til þess að vera veltaður upp á því að vera í meiðslum. En það sem ég gæti svolítið gert var að ég setti bara fókusi meira á námi á þeim tíma þegar ég kannski gæti ekki eftir eins mikið út að ég var í meiðslum. Akkurat. Þannig að það er svo mikilvægt líka, ég tala með rosalega mikið þetta líka við íþróttafólki sem ég er að vinna með, að maður setja ekki öll eggin í eina körfu og skilgreinir sig. Að þitt svona identity eða þín sjálfsmynd sé bara að þú ert íþróttamaðurinn. Af því það er svo brothætt. Hvað ef það gengur svo ekki vel? Ert þú þá ómöguleg eða, eða þegar þú meiðist að þá ert þú bara að þú ert svo mikið meira. Þá ertu líka búin að skilgreina, eins og við erum búin að tala að þú skilgreinir þig sem íþróttamann og þegar það er ekki lengur hægt, hvað þá? Já, þetta var eitt sem ég fór svona að vinna í eiginlega allavega árið áður en ég hætti að svona, ég var alveg meðvituð það að vera ekki skilgreina mig bara sem íþróttamannin en að svona byrja að breyta því að þannig ég væri meira heldur en bara spjókastarinn, svona, hérna uppi. Já, enda ertu líka doktor? Enda er ég það. Enda ertu líka doktor, Anna. Ásdís, þetta er búið að vera alveg æðislegt að fá að tala við þig þetta, því þú hefur átt stórkostlegan feril, þú ert búin að vera að gera frábæra hluti út þvílík fyrirmynd, það er bara svona það sem sagt. Bara takk æðislega fyrir að gefa hennar tíma og ég veit að það er eitthvað lítið barn sem bíður þín. Já, það er ekki sofandi þessum staðinni núna? Hann er sofandi eins og hann er voða góður. Nýtislegt. Bara takk æðislega fyrir þetta, Ásdís, og við sjáumst á næsta vettvangi. Takk fyrir. Já, takk hérlega fyrir mig.